Komið sæl og blessuð og velkomin í Bridge-þátt samstöðuvarinnar. Það eru 2 vikur síðan við vorum í loftinu hér síðast og þá vorum við einmitt að peppa okkur upp fyrir Bridge-hátíðina góðu. Þetta mikla mót sem er yfirstaðið fyrir það er vika síðan að Bridge-hátíðinni lauk. Stórmót okkar Íslendinga, árlegt haldið í Hörpu, Reykjavík Bridge Festival. Og það er jú okkur keppikefli að Íslendingar standi sig sem best á þessu móti og við ramman reip að draga því flestir bestu spilarana sem koma frá útlöndum eru náttúrulega atvinnumenn í bara 100% vinnu sem bridgespilarar, gera ekkert annað en að spila bridge. En við áttum fulltrúa sem stóðu sig glimrandi glæsilega í tvímenningnum. Og margir segja líka, já þeir stóðu sér reyndar líka mjög bara vel í VFBT mótinu og sveitakeppninni en svo bara framkvæmdastjóri Bridge-sambandsins, hann stóð sér líka bara mjög vel held ég því þetta mót var eitt af glæsilegasta sem að ég hef spilað á og þannig að þessar 3 hetjur sem ég hef hér nefnt en ekki kynnt til sögunar eru allar komnar hér í Bridge-þáttinn. Vertu velkomin, Matthías Imsland, framkvæmdastjóri. Takk fyrir það. Til hamingju með 3 glæsileg mót í röð. Já, mjög flott. Takk og sömuleiðis bara til allra Bridgesara á Íslandi. Já, einmitt. Og svo eru það hinnar íslensku hetjur sem tóku silfrið í tvímenningnum. Stefán Jóhannsson, vertu velkomin. Þú ert að koma í fyrsta skipti í Bridge-þáttinn, ekki satt? Það er rétt hjá þér. Þú elskar ekki myndavélar, þú sagði mér það. Það er rétt hjá þér. Það er mikið afrek að hafa náður hingað, jafnvel enn meira afrek en fyrir þig að taka silfrið. Já, það má segja það. Já. Og Ómar Olgeirsson, þið eru makkarar, þú ert í parinu með Stebba. Velkomin. Takk fyrir það. Og til hamingju strákar. Þetta var ansi þétt rönn hjá ykkur. Áður en ég fer betur í það, þá ætla ég að heyri þér, Matti. Ertu ekki bara alsæll með þetta allt saman? Jú, ég er það sko. Þetta heppnaðist alveg gríðarlega vel. Já. Og bara allir sem komu að þessu móti stóðum sem við svo miklum sóma. Já. Mikið af starfsmönnum sem náttúrulega þarf til þess að geta haldið út í svona móti og við erum að fá keppnistjóra, við erum allstar á heiminum og svo erum við með krakka sem eru að dreifa spilum og ganga frá og það gekk allt alveg, það bara kom ekki upp þetta einasta atvik sem ég man eftir á öllum mótunu þar sem eitthvað klikkaði, þetta gekk alveg ótrúlega vel. Já, og þetta er nú ekkert smá system, öll þessi mót. Nei, það er þannig og það sem kannski gleður okkur hvað mest er í raun og veru sko hvað útlendingarnir sem eru að koma hérna, þessir atvinnumenn sem eru að spila út allan heim, hvað þeir eru ánægðir. Eins og kom til dæmis fram hjá Bogi Bróðurland í fréttum á 50-daginn, þá er þetta það mót sem hann setur fyrst í kalendarinn hjá sér vegna þess að hann finnst þetta svo skemmtilegt mót. Bæði hvernig staðið að því og líka bara hvernig íslensku spilararnir eru sko. Útlendingunum finnst gaman að koma hérna og finnst vel að þessu staðið. Þeim finnst standard svona hins almenna íslenska bridgesara nokkuð góður, ekki satt? Jú, sko, það er keppnisspilarar menni ég. Jú, það er þannig, við höfum oft talað um það hérna á Íslandi sko, okkur vantar fleiri kannski svona alveg á toppinn. Já. Og það er alveg rétt sko, við þyrftum eiginlega fleiri þar. Já. En það sem þessi erlendu spilarar segja að það er sama á hvaða borðu þú ert að spila, hvort þú ert að spila á 15. borði eða 50. borði eða 70. borði, að þú ert alltaf að lenda á móti nokkuð þéttum spilurum. Já, allir Íslendingar geta bitið frá sér meira og minna. Já, þeir segja við mig sko, við getum tapað allstaðar. Já. Svoleiðis að útlendingarnir eru að segja við erum með nokkuð þéttan hóp sko. Við líka berum enga virðingu fyrir þeim. Nei. Það er svolítið skemmtilegt sko. Maður finnur það að maður nálgast þá bara ef eitthvað er enn herskári sko, heldur en þegar maður er að spila það byrjendur sko. Já, eflaust sko, en ég held líka bara svona á þessum mótum úti er kannski mikið spilara sem hafa kannski spilað lengi en eru kannski ekkit svakalega góðir. Nei. En hérna er það meira sér að þeir sem eru búin að vera að spila í stuttan tíma að þeir eru bara búin að ná svona mikilli hæfni. Já, þakk sé meðal annars Bridge-skólanum eða ekki? Meðal annars, jú. Já, einmitt. Stefán, hvað ertu búin að spila þetta mót lengi?
Hefur til á því? Nei. Einhver áratugir? Það einhver áratugir, já. Það hefði ekki fyrst verið eitthvað í kringum 1991, Já. 91 kannski. Já. Það mörg ár síðan. Já. Hefur þér einhvern tíma gengið eins vel í tvímenningnum og í ár? Nei, ég held ekki, sko. Ég held að við hefur gengið ágætlega í gegn tíðina, sko, en ekki kannski haldist alveg til enda eins og núna. Já. Hvað skóp árangurinn? Ég held sér bara margt, sko. Maður næri nú ekki með góða móti einhvern toppsætum í tvímenning nema að það sé eitthvað svona reynsli eins og við kallum. Já. Og maður þarf þá að vera tilbúinn að grípa gæsina og þegar að tækifæri gefast, þegar að andstæðingarnir eru í gjafastuði. Grípa gæsina og stingin í opnin. Já, akkurat, sko. Vera tilbúinn að þiggja. Já. Og svo bara, halda einbendingu. Það skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli. Nú tókuð þið Ómar báðir þátt í 12 BT ofurmótinu og stóðu ykkur bara vel þar fyrir þessum tvímenningin. Heldur að það geti jafnvel bara hafa verið til bóta? Já, örugglega. Það var allavega orðin svona sæmilega vel kveikt á manni þegar maður mætti tvímenning. Já, akkurat. Búið að hita vel upp. Einmitt. Það gekk líka bara mjög vel, sko. Ég held að séu bara, maður hafi verið nokkuð einbeittur í þessu. Já. Með fókusinn hana, ekki einhver öðru. Þið fengu nú ekki létt prógram vegna þess að ykkur gekk snemma svo vel að þið fóru bara upp á efstu borð. Er það ekki rétt munað hjá mér? Og voruð allan tíman meir og minna bara í toppnum að kljást við bestu. Það var reyndar, fyrsta umferðin það var úti Alla og Birki. Já. Og það var bara 30%. Já. Svo heldum við fengum þá meira mónat meðbyrinn og fengum yfirsetu í næstu umferð. Það byrjuðu nú Þannig byrjaði þetta? Byrjuðum á næstu borðum. Og svo mættum við Rang og Símon Ekenberg sem hafa nú unni Bridgesátti. Þannig að við heldum nú að þetta var nú ekki okkar tími. Svo fór þetta að ganga bara vel, sko. Já. Við töpuðum alla setu allavega lengi framan af. Fyrir utan þessar í byrjun. Já. Og hverju voru erfiðustu andstæðingarnir? Er þetta að spyrja ykkur um það? Það nú erfitt að segja. Já. Ég held að það hef verið við sjálfur, sko. Það var einhver leiti. Það oft verið þannig allavega, en við vorum að reyna að vera bara ekkert að pæla í einhverjum vondur spilum, sko, eins og á móti, við áttum vond spil á móti þér og Helga. Jú. En það bara að gleyma því og fara bara í næsta, sko, spil. Var það ekki einmitt bara síðast spilið í setunni þegar þið fóruð þarna í slemmu sem að fór 2 niður? Ég var smásmeykur. Við Helgi vorum svona að byrja að dala þarna og þá fór maður náttúrulega að halda með ykkur ef við vorum að detta leik í toppnum en ég held að það hafi tekið alveg monster næstu setu. Þetta beita ekkert á ykkur. Við vorum ekkert að eyða miklu púri í að vera í einhverju svekkelsi eða velta síðust spilin fyrir okkur, sko. Vorum við ekkert að fara yfir spilin, maður stundum að ræða spilin svona milli og eftir á og bara, gleymur svo bara, maður fær bara vatn eða kaffi og heldur bara áfram. Og við erum ekkert að tala um spilin á meðan móti það held ég mjög mikilvægt. Við höfum stundum brent okkur á því svona í styttri mótunum kannski. Við erum alltaf að tala milli umferða hvað átt að gera og eitthvað svona. Það er bara fyrir orka í það, sko. Já, bara mjög fínt að fá þennan punkt fram. Ekki í svona löngum mótum, þá þýðir ekkert að vera að tala mikið um spilin og fara að eyða orku í það, sko. Einmitt. Svo maður bara dauðþreyttur eftir mótið, sko. Maður fann ekkert fyrir þessu þegar maður var fókusverðar að spila. Einmitt. Maður fattar ekki hvað maður var þreyttur þegar bara núna að mæti vinnun í gær, sko, eftir mótið. Já. Þið byrjuðu að spila á mánudaginn og bara enduðu á sundagsíti í 5:00. Þetta er bara 6 dagar. Heil 7 dagar. 7 spiladagar. 7 spiladagar. Er þetta 7 spiladagar? Já, þetta er 7 spiladagar. Þannig að það er eitthvað sem við íslenskir amatörur í bridge eigum náttúrulega ekki að venjast. En það sem er kannski mikilvægt að taka út úr þessu og hvað það er mikilvægt fyrir okkur að fá þetta mótan og undan akkurat eins og þú segir, sko, að við erum ekkert vön því að spila svona lengi. Eins og þarna þeir eru að spila þarna 7 daga í röð og við til dæmis höfum verið að skoða það þegar við erum að fara á þessu stóru mót úti eins og Evrópumót og framvegis mót sem er kannski spiluð á 10 dögum þá það bara þannig að maður skoða tölfræðina þá hafa íslensku sveitirnar verið að gefa eftir á síðustu dögunum og
það bara því við höfum ekki þetta úthald og við höfum kannski ekki þessa reynslu að spila lengi. En eins og núna sko, þá eru strákarnir að spila í raun og veru 7 daga og bara meira og minna alltaf við sterk andstöðu. Svoleiðis að þetta fer mikið í reynslu bankan fyrir þá þessi stóru mót sem eru framöndan. Já, bara algjörlega. Og það var mjög gaman að sjá íslensku sveitirnar hvernig það eldust í VFBT ofurmótinu eftir eins og leiða mótið. Og það vantaði eiginlega bara hársbreytina í lokinu að einhver íslensk sveit spilaði sig inn í úrslit. Það var bæði Grant Thornton og sérst Ísland 1 voru Grant Thornton var bara rétt frá því að komast í úrslitin og í raun og veru var Ísland 1 á mikilli siglingu en í næst síðasta leika þá gáðu þeir út í síðasta spili að með minni 9-10 impa. Hefði það ekki gerst sko þá hefðu þeir trúlega dottið inn í úrslitin. Já, einmitt. Var þetta mjög lærdómsríkt fyrir ykkur? Hafið áður tekið þátt í svona VFBT og mótið eða? Já, þetta 3. skipti sko, en það var svona áhugaverðasta. Er þetta alltaf sérstaklega góður skúli? Svona... Já, bara... Gekk nú ekki vel í fyrra, sko, en hérna... En það bara alltaf gott að spila á móti þessu sterku sveitum, sko. Það það sem að reynir mest á, að halda einbeitingunni í hérna. Og ef maður lendir í einhverju raskell, sko, að hysja upp með sér bögsurnar og halda áfram, sko. Læruðu þið einhverja sturlaða nýja sagnvenju eða eruð þið vitnað einhverjum ósköpum sem að hægt að ræða? Það er nú ekki akkurat þessu móti, en maður er nú svona fylgst með þessum köllum, þessum bestu á netinu og verið svona að taka upp eitthvað stúdir aðeins hvað þeir eru að gera, sko. En kannski ekki akkurat núna. Nei, mér fannst sko mínir andstæðingar spila aðeins hefðbundnar heldur en árin og undan og ég var svona veltaði fyrir mér sko alltaf að sé einhverja tískur í þessu að menn taki svona vopn og prófuðu og svo hendið þeim út af borðinu eða þau ganga ekki. Þekkir það Matti? Já, sko ég held þetta sé hárrétt hjá þér en ég held hins vegar að hann sé ekki búið að breytast mikið frá því fyrra. Það er þannig sko að mínum mati að mikið af þessum bestu pörum er að spila svona dálítið aggressívan bridge og þegar ég segi það sko þá er ekki endilega bara að keyra í game og slemmur heldur líka eru menn að opna mjög létt á fyrsta 60 og eru svona að reyna að taka til sín pláss til þess að gera andstæðingurum erfiðara fyrir til að finna hvort að þeir eigi fittið ekki. Svo er náttúrulega með sagbaráttuna, það er 80% spilar sem fara fram í sagbaráttu. Þannig að þú verður að vera tilbúin með alls konar hluti þar. Sko. Ekki láta taka þið á einhverju búta baráttun líka bara. Nei, ég var í sveitakeppninni með 10 púnta og ég átti 6 leik til Laufi, Gosa 10-7. Þetta voru ekkert æðislega 10, ég var í fyrstu og ég ákvaða að opna ekki. Ég var á hættunni og þá tókst næstu manneski að segja að opna 2 gröndum. Og svo hérna var voru spiluð 3 grönd og 6 grönd ásækið sem var ekkert hægt að hreyfa við og það komst enginn í slemmu þar sem var opnað að einu Laufi. Þetta er svona, já, maður tapar sumum og vinnur önnur. Það er kannski skiptir mestu máli að vera bara svona að makkar viti. Þetta er svona fín lína sko með áhættuna sko og þá kannski utan hættu vera aðeins leika sig meira sko utan hættu. Sko ég held að það sé óætt að segja það að svona íslenskur bridge sko við vorum þekkt fyrir það svona í gamla daga að vera tóldi svona aggressív bridge. Unnur náttúrulega heimsmeistaratitilinn á því. Akkurat sko en í dag held ég að við séum alls ekki með þann status að við séum að spila aggressívan bridge í dag. Við erum svona frekar svona þekkt fyrir að vera svona frekar íhaldsum frekar heldur en hitt og ég er ekkert að segja að það sé slæmt. Nei, en við hefum kannski ekki þróast alveg rætt eins og sumar aðrar þjóðir í breytingum eða hvað? Nei, ég held að það sem hafi gerst er það sko að undanfarin ára þessi bestu pör hafi verið að innleiða hjá sér svona þennan aggressíva stíl meðan kannski við erum með svona kannski ekki passívan sko, við erum bara spilaðirinn og við erum dálítið á líkindafræðinni við erum með okkar bestu spilara við spilum þeir eru þekktir fyrir að spila vel úr vera góður í vörn og svo framvegis vera með góð kerfi en
kannski erfitt að verjast í þegar menn eru að opna mjög lett á fyrsta sakstíi, erfitt að koma sínum skiptingum að oft á tíðum. Stefán og Ómar, þið stóðu ykkur ekki bara vel í tvímenningnum, þið voru í sveitinni sem að náði bestum árangri í sveitakeppninni hluta Brettshátíðarinnar, 4. sæti. Svo ekki nóg með það, heldur þið voruð að, það nýbúið að velja ykkur sem par í landsliðið, ekki satt? Jú, það passar. Og við fengum bara að vita það stutt fyrir Brettshátíð. Sko. Já, einmitt. Og þið þökkuðu svona fallega fyrir ykkur. Þið bara þökkuðu traustið með því að brillera þarna í þessum mótum. Það má kannski segja það. Hver eru verkefni núna framöndan hjá okkur í landsliðinu? Það náttúrulega Evrópumótið í Ríga í lok júní, byrjun júlí. Það svona það sem framöndan og vera tilbúinir í það og það verði eitthvað æfinga framöndan og jafnvel æfingaferð og svona hefur við heyrt þannig að það svona eitthvað það verður góður undirbúningur og hefur verið náttúrulega það verið svona hópur að æfa og við höfum verið í æfingu hjá Bessa mikið og Sigur Birni Haraldsinni það er tekið skipulega fyrir paravinnan. Farið í líkamsrækt því að nú snýst þetta líkamlegt úthald, ekki síst svona löng og erfið mót. Ætli það farið í fjallgöngur eins og Björn Eysteinsson fór með landsliði 91 upp á öll fjöll og kom þeim í líkamlegt form. Já, sko, það er hlutaði sem verður æfingaprógram. Þeir ætla, sá sem fyrirlið í opnaflóknum ætlar að vera með hópinn í völdklass. Hver er það? Hann heitir Jón Hersir. Já. Og það verður þannig að það verður 2 til 3 í viku þarna sem menn verða að mæta í völdklass í febrúar og fram að móti. Já. Svoleiðis og jafnframt hefur hann lagt mikla áherslu og ég veit það verður líka gert kvennamegin á fá jafnvel næringafræðing til að fara betur yfir í raun og veru mataræðu og líka varðandi bara stillingu og orkustígi inn í mótið. Jón Hersir doktor Jón Hersir Eliasson læknir. Það er akkurat hann. Sem starfa bæði í Svíþjóð og hér á Íslandi, ekki satt? Stemmir. Já, og þetta er svolítið flott að þjálfarinn komi bara með sína læknismenntun inn í þetta. Já, algjörlega. Hann hefur mikið metnaður fyrir þessu starfi og var að sína þessu mikið nóg. Ég hef verið hann að tala að Svíarnir séu svolítið því hann har alltaf verið í Svíþjóð séu svolítið að fylgjast með þeim hvernig þeir hafa verið að tækla þetta og einmitt líkanlega þátturinn skiptir máli. Einmitt að vera með gott úthald og góðu formi. Einmitt. Hlakkið ekki til bara? Eru þið ekki klárir í jobbið? Þetta er bara spennandi áskorun. Já, spennandi áskoranir. Já. Það er bara mjög gott að líka fá svona aðhald, vera ekki einn í einhverju brölti sem að fá þennan svona peer pressure að mæta sko. Já. En líður ykkur eins og íslensku handboltadrengjunum sem að voru sendir út sko til þess að komast í undan úrslit og reyndar þá kláruðu þeir það nú en eða er ekkert svo mikil pressa á ykkur? Já, sko, það er þannig að ég held að þeir upplifi kannski enga pressu, sko, en það er þannig að við erum búin að stefna af því á þessu móti að vera á topp 8 sem tryggir okkur inn á Bermudaból, þar sem við erum að keppa heimsmeistaratitilinn. Svoleiðis að okkar svona æfingaprógram og stefna hefur verið að toppa núna í júní í Ríga, svoleiðis að vonandi sjáum við það að topp 8 sæti verði í höfn og við getum gert aðra allu að Bermúdaskálinni eða heimsmeistaratitilnum. Já, og ef ég skil máli rétt þá eru þeir sem þriðja parið og hinn 2 eru Sigurbjörn Haraldsson og Magnús E. Magnússon og Aðalsteinn Jörgensen og Birkir Jón Jónsson. Já, það passar. Já. Þetta verður spennandi. Ríga, segið þið. Hvernig land er það, hvernig umhverfi, hvernig menning, bara flott? Já, sko, það sem
skiptir okkur máli sko, náttúrulega við erum að sjá Lettana og reyndar Litháen og Ísland líka koma meira í raun og veru að þessu norræna samstarfi í Brits. Svoleiðis að við svona lítum á þetta sem nánast okkar heimavöll að vera að fara þarna og verður spennandi og það er náttúrulega, þetta er flott aðstaða alla kanta þarna, svoleiðis að okkur hlakka bara mjög til að mæta. Já, þetta er bara rosa. Þeir hafa nú haldið mót þarna sem Íslandingar hafa, ég hef nú bara farið einu sinni en sumir hafa farið oftar og eitt ári voru einhverja 5 íslenska sveitir. Nú. Það er bara 2-3 ár síðan sem við fórum. Munum við senda senioralið líka í þetta? Já, það er Brittsambandið sendir í raun og veru lið í opnum flokki og í kvennaflokki. Já, kvennaflokki líka. Og svo fer lið í senioraflokki. Svoleiðis að það verða 3 íslensk lið sem er að taka þátt í þessu móti. Já. Er búið að velja í kvennaflokknum? Sko, nei, það er ekki búið að tilkynna formlega í raun og veru valið. Nei. En senioraliðið liggur fyrir eða hvað? Kannski ekki alveg. Já, sko, ég held að liggi fyrir að mestu leyti. Já, en þú vilt svona hafa hljótt það í bíli. Já. Já, bara skil það vel. En hérna, þetta er frábært. Aftur aðeins að svona hápunktum Brittshátíðar, bæði kannski hvað ykkur varðar persónulega eða bara fyrir okkur Íslendinga. Þetta er náttúrulega sko, það er alltaf hellingur af skemmtilegum hlutum sem gerist. Og þegar mér var sagt það að Pétur Guðjónsson, minn gamli makker frá Akureyri, hefði unnið SÍA 20-0, þá þurfti ég að segja, ha? Ég þurfti að láta segja mér að tvisar. Vissu það þessu? Já, sko, ég var ekki búin að taka eftir þessum úrslitum, sko, en SÍA stóð sér nú nokkuð vel, var þarna í 10. sæti í tvímínunum og var að raka inn stigum í sveitakeppninni líka og svo bara ótrúlegt, ég held að hann sé komin yfir áttrætt. Já. Hvað hann ber sig vel og er flottur. Já, en þetta er svo skemmtilegt. Búin að koma hans svo oft en ekki alveg nýlega, sko. Hann er náttúrulega unnið þetta mót sannlega oftast allra, held ég. Og hann hafði ekki komið nýlega. Nei, ég ber náttúrulega mjög mikla virðingu fyrir SÍA og persónuleika tröll alveg bara, þú veist, að guðsnáð og mikill Íslands vinnur og hefur oft komið yngað. En þetta er svo gaman. Þegar einn svona Sveit, Ævar Ármannsson, Pétur, Jónas Róbertsson, Sveit Pálsson koma hérna 4 frá Akureyri og negla SÍA 20-0. Já, og þetta er kannski eins og við vorum að tala í upphafi, raun og veru sko, það eru margar íslenskar sveitir allgóðar, þó að það sé kannski ekki svona alveg í heimsmælikvarða, þá eru margar íslenskar sveitir sem geta auðveldlega svona á góðum degi unnið þessar flottu sterku sveitir sem eru að koma. Já. Það munaði spilið í næst síðustu umferð, var það ekki frekar en síðustu þegar voru alltaf 7 grönd en sumir spiluðu 7 tígla og þar af SÍA, það er svona 10,5-0. Já, ég man þetta þessu, við vorum þetta fjall í 7 gröndum hjá okkur. Já, hvað kom út? En ég var einmitt að íhuga að fara í 7 tígla en anskotin hafa að ég tapa bara 2 umpum á því á 7 tíglum, 7 grönd. Og það gekk, það þurfti kannski réttu drottningun eða gósan sko hjá makker. Manstu hvað kom út? Það kom út spaði. Þá þurftur að búið til skvís fyrir þann 13. er það ekki? Það var bara sjóapp. Já, sjóappskvís. Já, einmitt. Ég heyrði það einu sem kleimaði. Já. Þú ert búin að heyra sögu. Ég var næstu búin að kleima. Næstu búin að kleima. Nei, ef þetta liggur illa að bita þess. Já, og svo kleimar hann 13 og svo andstaðan kemst að því að þeir eru bara 12 og það er kallað á kemstjóra og ákvörðun kemstjóra var að spilið myndi rekja sig sjálft þannig að það var ekki annað hægt en að fá 13 slagi en mér fannst það svolítið skrítið vegna þess að ég var nú sjálfur með mál að minn makker hann sem sagt var á töflu, við vorum á fyrsta borði og hann spilar 4 hjörtu. Það kemur útspil sem gefur honum 12. slaginn en hann spyr á einhverjum tímapunkti, ég var ekkert að fylgjast með playinu hjá honum og bara hvíla mig og hann spyr á einhverjum tímapunkti hvort einhver litur brotni eitthvað ákveðið og þeir sýna honum ekki spilin og hann gefur sér að spaðalitur sem þurft að brotna 3-3 brotni ekki 3-3 þannig að hann kleimaði bara 11 ég vissi ekkert að þessu
bara skrifaði 11 og þeir samþykktu, nema það að þeir ekki heim, þá býða mín 2 engaskilaboð hjá Íslendingum sem voru að horfa á leikinn á BBO, á Júgraf, og þeir benda mér á það sem ekki hægt að fá færri en 12 slagi. Ég fer og tala við keppnistjóra daginn eftir, allir saman á þetta, en það var, niðurstaðan var að það hefði verið samkomulag það að bara 11 slagir væri í spilinu. Mögulega hefur litið svo að þau þurftu að koma fyrr eða eitthvað, athugasemd. Það stundum þannig. Nei, hann bar því ekki við. Nei. Mótið enn í fullum gangi. Já, sko, ég held að sé almennt þannig, sko, þú veist, ef það er samþykkt við, allir samþykkja við borðið, að þá sé ég einhver kærufrestur, sko, en ég man ekki hvað hann var langur, en það er, sko, þetta spil sem þú varst að tala um, 7 gröndin, að því var áfríað. Já. Var því áfríð? Já, hins vegar er það þannig sko að þetta var svo seint í mótinu og þetta hafði ekki áhrif á loka stöðuna. Svo lesa dómnefndin kom ekki saman til að fjallum áfríðina, en það verður gert núna eftir móti, já. Já, það er nefnilega það. Þannig að málið er óleyst. Já, það er áfríðun, gegn ákvörðun keppnisstjóranum að hafa samþykktir 13 slagi. Já. Og það er búið áfríð og segja fara fram á þessu ákvörðun verið felld úr gildi. Já. Svo tók ég þátt í einni áfríðun sem dómnefndamaður, þar sem að einn hafði fúlað með 4 hunda í hjarta og ekkert annað og það var opnað 2 hjörtum og hann sagði 2 grönd og þú varst nú með mér í dómnefndinni og mér og þannig að það kemur allir fjandinu upp. Já. En var þetta samt að miklu leyti kærufrítt mót? Var minna að gera á keppnisstjórunum heldur en stundum áður? Eða? Sko, það er almennt á þessu móti frekar lítið að gera hjá keppnisstjórum. Það er umtalað að það sé svona góður andi. Já. Og það er ekki að koma upp mikið af málum og yfirleitt er það þannig að ef þau koma upp og þá eru þau bara leyst strax og leðis að svona almennt sé það þá held ég að við get fullyrt að þetta sé svona kæru léttara mót heldur en flestis erlendu mót. Líklega hefur þetta minkað, ég hef áður verið í dómnefnd og þá finnst mér að hafa verið meira sko fyrir einhverjum árum. Þannig að þetta hefur bara léttar yfir þessu, það er ekki verið að taka. Ég er sammála því, mér fannst meira leysa bara málum við borðið. Já, mér fannst meira sýnilega glaðvært. Sætta sig við og mér fannst meira, einmitt, og mér fannst meira bara meiri gleði í þessu móti heldur en ég hef nokksinni séð. Ég er alveg sammála því og það kannski er líka hluta því sem þessi erlendu spilarar að tala hvaða sé svona góður andi yfir þessum móti og þeir bera svona dálítið virðingu fyrir þessum íslensku spilurum sko varðandi hvernig spila og hvernig nálgast íþróttina. Já, og svona veit ég að húsalegan er rándýr en þetta er ónægtilega ansi skemmtilegt umhverfi að spila í. Finnst ykkur það ekki? Finnst það ekki, Stefán? Jú, nema bara með leiðist miðbærinn sko, endalösi borgalltaf í einhvert stöðu bílastæðamál sko. En það þarf eiginlega að vinna til velun á mótinu þannig að geti með góður í samvisku farið á það sko. En þú veist að það er til kólaporti líka og það er miklu ódýrara að leggja þar. Já, ég fór nú ekki þangað en ég laði nú eitt á nýkri götu þarna. Fekk eina sekt og pakkaði svo einhverja slatta sko öll margastæðar. Já. En birtan í mótinu var... En staðsetningin er frábær sko og líka bara maður sér það hvað útlendingarnir eru þú veist, þeir sem koma annar stað frá eru hrifnir sko, finnst það bara sjarmerandi spilastaður og ég get alveg tekið þetta sko. Já, og það var svo fallið birta og gott veður og þessi húsi náttúrulega breytist bara eftir því hvort sól er að rísa að nýja og í þau fáu skipti sem það gæti bara svona hort í kringu sig þá líður manni voða vel. Já, þetta fengum alveg einstaklega gott veður núna en það er ekki alltaf þannig. Nei. Fyrir 2 árum var bara snjóstormur þessa helgi sko. Einhverju kvörtuðu bara þau löppu í 2 mínútur sko frá hótelinu sínu og hvað var þetta var erfitt að komast. Var þetta ekki létt þegar þú sást veðurspána? Jú, algjörlega. Er þetta ekki algjört magasár þetta mót? Ég veit ekki hvort það er magasár sko, því við erum náttúrulega, það er svo margir sem koma að þessu og við erum orðin svo rútinur í þessu. En það skiptir eins og mjög miklu máli með veðrið. Því maður náttúrulega hefur séð ýmislegt gerast í gennum tíðina sko.
heiðin jafnvel lokast og allir sunnlendingarnir bíða eftir að komast yfir heiðin og svo framvegis og sama með náttúrulega þá sem eru að koma norðan og svoleiðis að það er náttúrulega þegar maður sér að það er svona gott veður og þá líður maður náttúrulega ákaflega vel með það en það var náttúrulega óveður í Bandaríkjunum Já, á sama tíma? Á sama tíma, fyrir og það var svona einhver smá forföllurinn út af því að menn voru að missa þar af einhverjum tengiflugum, ekki mikil en einhver. Já. Svo er einn ónefndur kostur við þetta mót að við vorum að spila sveitakeppnina og þurftum ekki að horfa á Ísland tapa bronsleiknum gegn Króatíu, það var ekki hægt af því að maður var að spila. Gæðilegur álagslettir. Við náðum leiknum mútið Danmörku. Það var búið að spila með lokið þá. Já, einmitt, akkurat. En þetta eru 10 milljóna inn í Íslands samfélag. Já, ekki spurning, sko. Ég meina þetta eru mikill fjöldi af spilurum að koma erlendis frá og að margir hverjir í rúma viku. Já. Og að gista á hótelum og fara á veitingastaði og fara í alls konar svona skoðunarferðir svoleiðis að ég held að það sé alveg allavega 10 milljóna sem þetta mót að skilja eftir sig eflaust má frekar mæla því ykkur 100 milljóna. Já, mínir sveitafélagar rússneskar konur þær sögðu mér frá lífinu hvernig það væri að vera rússi og reyna að keppa í íþróttum. Það hefur ekki verið auðvelt fyrir þær. Síðan Putin gerði innrás í Úkraínu og það var líka bara mjög fróðlegt að fá sjónarhorn. Það er náttúrulega mjög stór hluti af þessu móti eru kynni okkar af erlendu spilurum úr alls konar heimshornum. Já, algjörlega og eins og í þessu tilviki að þá eru þessar rússnesku konur það spila fyrir Spán. Já. Ég veit ekki, vantarlega eru það búsettar á Spáni. Önnur þeirra er búsettar, já. En algjörlega þetta er svona þetta er samfélagslega og svona menningarlega er þetta mjög áhugavert að kynnast þessum ólíku sín bara á lífið og tilverun og þetta breytsið. Já, einmitt. Þannig að þetta er ekki bara sko peningar inn og stuð og stemning, þetta er líka bara menningar veisla. Já, bara algjörlega. Já. Eitthvað að lokum, drengir? Getur sem þetta í hug, sko? Nei, mér finnst bara áhugavert þarna með sko veðurpælingarnar, því ég held að vonda veðri selji líka, sko. Já. Ég átti nú smá spjall í VPT-mótinu við Madala. Hann er frá Argentínu, eða ekki? Og hann var með dóttur sína, held ég, frekar en son. Þannig að hann spilaði ekki tvímenningin. Ætlaði að vera túristast þá, fara í eitthvað lón og norðurljósaferð og eitthvað svoleiðis. Hann kom inn að hann sagði mér hann hefði komið einu svona áður, sem var mögulega það fyrir 2 árum. Hann sagði alltaf að það hefði verið allt á kafi í snjó. Og að mátt alveg skilja þannig sko að það væri ákveðin vonbrigði sko, það væri ekki alvöru vetur núna sko. Já, það er alveg gaman að fara eitthvað út á landa sem allt er á kafi snjó og hann var svona að taka smá túristavinkil á þetta í leiðinni. Svo mér upplifa aldrei snjó. Nei. Já, hann var mjög spenntur líka fyrir sko norðurljósa partinum sko, komandi frá Argentínu aldrei síðan neitt í líkingu við þetta. Við förum til Madeira í sólina sko, það er svona öfugt. Svo koma þau útlendingar inn í kuldan. Já. Það er alveg, þetta er bóttið mjög góður túrismi í leiðinni sko, það er gott fyrir ferðamennskuna. Yfirvöld mættu vera duglegir að styrkja þetta. Reykjavíkurborg ætti að gefa vel í stuðning sinn og fleira því að hér borgin fær alveg svakalegan pening inn. Það væri bara, geti byrjað á því að leggja fram því sem neymur því sem þið fá í stöðumæla bílastæðasjóðurinn, það er styrtaraðili. Það er eitt sem ég glemdi að ræða við ykkur, bara svona rétt í blálökin, mikið rosalega gaman að spila við tvíbana þarna þessa ungu. Já, sko, það náttúrulega eru að koma bæði ungir spilarar á Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Já. Margir hverjir mjög góðir. Já. En kannski það par sem hafði mest gaman að núna náttúrulega er að koma þarna Póls par sem að flestum talið besta par í heimi. Já. Og það er gaman að fylgjast með þeim. Hvað heitir það aftur? Það eru sérst Kalita og Klukowski. Já. Og alveg gríðarlega góðir og
og ég held að þeir voru það ánægðir með þetta mót að þeir tilkynntu mér að þeir myndu koma inn aftur næsta ári. Já, bara strax konar bókanir. Brink og Driver sem þetta er svissneska landslið, þannig að sterkasta liði í heimi. Já, hollendingarnir fljúandi sem komið til Sviss. Já. Það voru skemmtilegi líka hann að dönsku strákarnir sem að lenti í þriðasæti í tíminningnum. Já, mjög skemmtilegir. Hörku öflögi spilarar sko Já. Eru mjög viltir í meldingum, erfitt að spila við þá. Það er mjög líflegir við borðið sko. Það mætti þeim bæði í tíminningnum og sveitakefni. Það var mjög gaman að spila það. Ég svona upplifði alltaf sko að sé danski stíllinn með að vera svona alltaf líflegu við borðið og alltaf svona viltur. Já, og líka bara léttir á því sko. Líka glaðar. Já, stutt í allan húmór sko. Hálf keft. Já, einmitt. Herri strákar, frábært að fá ykkur. Ég veit að þið er anríkt og ég get ekki haldið ykkur lengur, en virkilega gaman að fá ykkur til hamingju enn og aftur með sætið í landsliðinu. Stefán og Ómar og Matthías til hamingju með þetta stórvirki. Takk fyrir það. Takk fyrir. Takk. Og við sjáumst aftur eftir 2 vikur, Brittsþátturinn klukkan 5, annað hvert sunnudag hér á Samstöðinni. Ég heiti Björn Þorláksson, verið sæl.